Árið 2004 komu saman fyrrverandi atvinnuflugmenn sem flugu þristinum hjá flugfélaginu. Það var gert að tilstuðlan Snorra Snorrasonar sem tók ljósmynd við tilefnið á hópnum. Góðan dag. Sæll ertu Smári. Smári Karlsson hérna. Já, bless. Justum alltaf að taka myndir maður af okkur. Hérna, alltaf að taka myndir á okkur. Hann vídeóskóp. Þá eins gott að segja ekki margt ef að heyrist í okkur. Ég sem sjá í gegnum okkar líka og þá veldar í því. Já, það komið tími. Þetta er gælt að fluga? Jú, ég var að fluga í gær, sko. Alveg á Sýndabrýrni, sko. Ég verð alltaf að kolfa mér og velta mér eitthvað, sko. Hún er svo ágætt. Við vorum 46, þá vorum við Nóanesaflugunni. Já, 47. 40, var það 46? Og 47. Þangað til að ferð til Latvía, sko. Já, en sko, ég man að við flugum þessari, hérna, ISH. Já. Í desember, ég sá það í logbókinni, 46. Já, vítu, það eru mörg ár síðan, ég nenni ekki. Það er 100 ár síðan. Það er nú reiknistokkurinn. Það er talsvert langt síðan. Þú varst hjá flugfélaginu og... Já, á fluginu. Á flugfélaginu. Já. Hvað flugstu henni lengi þá? Ég flög henni sem co-pilot frá 48 til þá var ég bæði á Kötu og Kóari, og aðstofnumæður. Nú 53, 55, 56 á flög ég henni. Alveg þangað til að vægkantin kom. Já, að 57. Já, flög henni lengur sko því að það var til. Giftist á Kötunni. Svo var ég svona. Það var tjekkað út á Katalínuna, sko. Já. 53. Ég fór jómfrúartúrinn með þér á Akureyri. Já, og Magga... Nei, ég fór jómfrúartúrinn með þér á Akureyri. Á Katalínunni. Pétri? Nei, já, ég man ekki hvað það var. Nei, held ég nú ekki. Og þegar við komum yfir Akureyri þá ætlaðir þú að setja mig í vinstra-sæti. Ég sagði nei. Hvað segir þú? Já, þú sást verið miklu klárar í hægra sætinu, sko. Já. Þú ætlaði að fara að setja mig í það. Ég sagði nei. Þú varst í vinstra-sætinu, jómfrúartúrinn. Já. Þetta er ævintýra maður. Já, það segir það. Já. En hvernig líkaði við Douglasinn, Þristin? Vel, þetta var mjög góður. Já. Skemmtileg. Við vorum alltaf erlendir í Þríport. Já, það var gaman. Við vorum alltaf þriggja. Stálendinu þá? Nei, passa sér að hengja henni mikið. Hengja henni mikið. Ég held að við vorum einu sem var að því. Það var voðalega gaman. Já, Þannig kom einhver, ég ætlaði aðeins að sjá hvernig. Já. Býttu bara hérna. og Brynjólfur. Nú náðu þið. Ég var ekki í Moskva. Þá var nú leiðin í Nú náðu þið. Það var einn gamlir ríkingar. Er þið komið? Nei, aftur vantan. Mér skilst þú sett uppfallar af því. Sælir, þið eru gamlir Douglas-flugmenn? Allir það ekki saman. Blessaði. Nei, þú er ekki gert lítið úr. Ekki góða.
Ég svaraði þarna eitt svona og ég held ég hefði gefið alveg skýrt í skil að ég hefði ekki sett í flokknum fyrir þessu okkur. Nei, þú gafst það í skinn, já. Og hérna, ég veit ekki hvað Nýkominn, já. Venni mætti líka. Var eitthvað sprandari? Nei, blessa. staðreyndir við 10 ár. Hann skúli gamlega, allir hættin að segja. Já, ég get sannleika. Já, þetta þori ég ekki. Nei, ég læti ekki á það reyna. Maður lifan. Þessu Erni sagði. Hann ólíka blindri. Það gamli maður. Það þú var í fórsett. Já, hann lifið til. Það varst í sjómarinn. Þess var hún fyrir. Það sýndi haldan að í fórsenda. Jú. Já, hvað fleikst þú lengi í Douglasnum? Lengi. Já. Fyrir flugfélagið? 10-12 ár. Hvernig líkaði þið við hana? Þetta var fínt á 5 tíma. Já. Það var ekkert betra til þá. Nei. Það gerir ekki merkilegt í dag, sko. Nei. Ég fór í ábyrgðardreifinguna í vikunni. Nú var það. Já. Það lendi í bunkunni og sprengdi upp þarna gírið og hérna og ég manna eitthvað fleira þannig að það var reyndurinn á en þá ég var búinn að fara nokkrar ferðir þetta var bara Det var tjaffa och var med till satta timmen av tristumar ekki. Þetta átti að vera það var verið að fara Tristumur og hérna 6 kerfi sem að breyð það var Ganga frá málunum. Hérna kemur nú einn. Þetta að bræði gamli nóta. Já, þetta hann. Þetta að bræði gamli nóta. Hvert var að lifa. Vel að koma á þennan allt. En þetta Veitu hvað hérna það sjáður þetta nú? ISH. Það var ISH? Já. Já. Ég var að fljúga þessu löngu áður, sko. Já. Hvernig líkaði þið vélinn? Þetta er gaman að sjá gamla grífa. Þetta er heilsan. Jæja, bara eins og bara. Man ekki hvað lengi, ég fór á tæpa 4 tíma. Ég tók það saman daginn að ég var búið að fara í eitt ábyrgðardreifingarflug með þeim. Og með Sverrir Þórólfs, hérna vestra Þorlákshöfn og fekk aðeins að grípa í svona aðeins. Þetta var kunnuglegt hljóð og hreyfingar á geri. En það voru orðin líklega 34-5 ár síðan að ég flög síðan. Snorri að gefa okkur merkjum að koma. Já. Við erum að koma. Er þetta nokkuð mikið í sólina? Verða menn nokkuð grettir? Þetta er
ekki eftir þessu minni. Það gerir það svo mjúkt og fínt maður. Það er komið nær stólunum aðeins. Allir nær stólunum. Þetta er fínt. Má sjá, býttu. Mikið nær. Ég veit ekki breyst meira húsið yfir upp. Já, sérstu hérna á Í morgun. Já, þetta er alveg einstakt. Finnur ekki í dag? Alveg örugglega. Stóri með einhvern hafðrættinu. Hvað borgarðu fyrir svona? Já, maður bara undir borðið, sko. Svo venjulega. Það er ekki nett. Nei. Það má ekki tala þannig. Blessaður, takk fyrir síðast. Það hefur hjá hann motto. Já, bara hitt ykkur þar í kvöldi. Blessaður, sko. Já, yfir hafinu, maður kallar alltaf í það, það er í því. Hintaði að fara út á ísinn með draslinu og henda því út og skildi bara eftir vopnlausan út á hafísnum og það var alltaf lokast í hríf. Við heldum að ef hann ekki króknaði þá myndi ísbyttindi drepa hann og éta hann. Hvort var? En þetta er orðið svo að þú getur tekið hús og setur þetta allt beint inn í tölvu og skoðar það og hendir því út sem þú ekki vil. Það var strákurinn hans Finnbjörnar Þorvaldssonar. Já. Hann er að taka myndir. Það var komið heim til svona míns snóðar og kvöldið. Í lit. Já, hugsa. Ég veit ekki hvað þetta er. Já, ég steiki Kristjáns hérna. Það er nú komið 40 ár síðan. Já, það er fljótt að líða. Ég er alveg að ná ykkur alltaf núna. Já. Já, Smári, lentur í einhverjum atvikum eða eitthvað á þristinum? Nei, ekki. Já, við lendum náttúrulega stundum í dálítið mikill í ísingu. Það er nú, verður að segja stundum sinni þá, vorum á leiðinni til Noregs. Þá lendum við í ansi mikill ísingu hérna fyrir norðan Vatnajökul. Ég og Kristján Sáli. En Kristján hristi það af sér auðvitað. Já. Nei, þetta var svo traust og góð vél að það er ekki hægt að segja annað en að auðvitað hún bjargaði sér alltaf og okkur. Já. Gleyma, það er Katalína. Já. Já, það var feiknarlega dugleg vél, Katalína. Já. Það verður að segjast. Hún náttúrulega svona dálítið erfið í viðhaldi og öðru slíku, sko, verandi sjóvél og svona, en þetta voru miklir burðarjálkar og afskaplega hérna duglegar vélar. Þakkaði fyrir síðast á skíðum. Í rauninni. Já, er þú færðin við og náinn er klár? Já. Bara að spilla það? Bara að sinna í. Já, hvað er það? Ég er inn á hérna.
Þristurinn var alveg geysilega svona skemmtileg vél, ákaflega svona flugmannsvæn, fyrirgefanleg, það gæti varla gert stór mistök á henni og var bara hugumans alveg allan hátt. Einn hlutur af þessa vél, sko, þessi vél var eitthvað svo albesta vél sem maður gæti flogið í mikil lýsingu. Ef maður passaði bara að hafa rétta stillingu á alkohól á skrúfurnar og brjóti ekki af svona eftir réttan tíma af vangjum, þá gæti maður flogið þessari vél bara ótrúlega lengi í alveg bullandi ísingu, sko. Hún var svo albesta þessum vélum sem ykkar reyndi á ísingu, hún var miklu betri en Fokker til dæmis ef við lenti mikil ísingu. Hún braut miklu betur af sér. Þetta var svona dálítið skemmtilegur hlutur við hana. Það kom eitthvað einu sinni til þess að fyrir að maður þurfti að stöðva mótor sem að náttúrulega var ekki algengt á seinna árum, sko, þetta klikkar aldrei. En hún gerði ágætlega á sínum eina hreyfli og kom bara fljúgandi inn. Það var nú góð skilur í bæði skiptin. Já. En veistu þetta Hvernig var, já. Sko, þetta voru oft dálítið svona, sko, dálítið erfiða leiðir til þess að maður fljúga hérðan frá Reykjavík til Egilsstaða, það var kannski í skýjum og leiðinda veður alla leiðina, að þú varst ekkert í góðum málum, þú rétt meikar það, sko, að það gerir eitthvað til þess að komast út af, til þess að halda hæð. Ef þú mistir hreyfil á þessum stöðum, sko, að smikja hlaðina, þá máttur hafa allan við að taka réttu leiðum því að hálendi var svo mikið og þú varst í skýjum, skilurðu. Þannig að, en við vorum ákaflega heppnir með þessa vél og maður svona tók við af þessum eldri mönnum og fekk allt sem þeir kunnu. Þannig að þetta var mjög svona, mjög að mínum dómi, sko, góður flugrestur á svona gömlum vélum hjá Flugfélag Íslands. Geysilega vel við haldar og passaði upp á það. Mjög gaman að því. Flugvirkjarnir, það var, þegar maður til dæmis, mann eftir í, sko, þegar maður stundum fór maður með vélinni til Glasgow, hérna, það var að hlutu eitthvað flugulega hreyfla því að það komast ekki gott að koma inn þarna. Og hún vakti athygli okkar vélar, sko, hvað það voru í góðu standi, og annan þvílíkt. Já. Flott. Þetta er svona Jónsdal. Já. Virkar undir. Hann er búinn að læra að fljúga. Ég er svo löngu að maður sína mynd sem ég á smána. Maður er nú eiginlega löngu hættur með að hissa á því snorfinn. Misti galdara kaffi er ekki Já, fyrst áðurinn að ég finnst það vera alveg makalus. Það hefur miklu elgi. Ekki nokkur maður hugsar þetta hérna öðru leyti nema þú. Ég meina það væri bara engar myndir eða aðrar þannig mér í sambandi við gamalt flugnema af því að hérna, hann er svo duglegur að hugsa og Svo er ég í því að ná sögunni dálítið á vídeo, sko. Já, þetta er nefnilega Lifandi myndir. Já. Hvaða galdra myndir? Já. Það er sem segir mig frá þessari. Þetta er falleg. Já. Ég bara, Já. maður bara verður svolítið orðlaus, maður er svo alveg hissa. Þetta er spilíka. Þetta, sko, ég fekk heimsfrægan Breta til að tekna þetta. Já. Það hún sagði mig frá þessu. Og þetta er mynd af málverkinu samsett. Já. Þetta er Stínsson í RFB. Já. Smarvin, ég ætla að gefa þér þessa litlu mynd og þú gefur Magga hérna. Þú getur sett þetta á ískápi hjá þér. Inn í ískápinn? Á ískápinn, teipaðan á ískápinn. Ég er búinn að skrifa, Smári. Ég er búinn að skrifa loftlega kaftir á gamlu margar blaðsíður, eina blaðsíðu og búinn að segja það frá þessu. En það var áhuga. En ég segi, hvað með kostnaði í þessu sambandi? Ég meina, þetta hlýtur að vera, þetta hlýtur að vera í hérna aldeilis risa bara upp, sem að hérna það kostar að koma þessu á. Þetta er kláð sig. Þú flugst þessari vél, Smára, ekki?
Jú, ég flög á síldaleitinni, sko, sem kóar eina 2 túra. Já, En þú byrjaði ekki 47, sko. En ég... Þú fórst að Skæðarambeitt. Ég byrjaði út í Kanada þegar ég var hjá Kennedy and Pacific Airlines. Já. Að þá var hún notuð til æfinga. Þá var hún notuð... Þú var falleg flugvél. Já, hún var falleg. Vangirnir var fallegir á henni. Já. Ha? Að þá var hún notuð, skal ég segja, til þess að kenna nauðlendingar og hérna... Já. Og skal ég segja, sko blindflug eitthvað, og maður notuði það hérna fyrst þegar komu inn nýjir flugmenn, að þá voru þið settir þarna, og ég flög þessu þó nokkra klukkutíma, bara í æfingum, í Kanada. Svakalega falleg flugvél. Já. Glæsileg mynd maður. Þú gefur hann Magga hérna.